býð ykkur velkomin til fundar. 32. fundur sveitarstjórnar Rangárþings ytra er settur. Eru einhver athugasemdir við fundarboðið? Margrét Harpa gjör svo vel. Já, takk fyrir. Við viljum gjarnan, þegar við sendum inn okkar fyrirspurnir, þá óskuðum við eftir, eins og við höfum gert áður, að hver fyrirspurn sé sett sem sérstakt málsnúmer og sé sett sem mál undir fundadagskrá. Það var ekki orðið við þeirri beiðni, þannig að við ætlum bara að fá að bóka athugasemd við það. Ég má lesa upp. Bókun álista við fundarboð. Fulltrúar álista óskuðu eftir að innsend erindi frá álista yrðu stofnuð sem mál í OneSystem fundakerfinu og hver fyrirspurn fengi sér málsnúmer. Þannig er auðveldara að fylgja málum eftir og stjórnsýslan verður skilvirkari og gegnsærri. Fulltrúar álista hafa ítrekað beðið að mál séu sett með þessum hætti á dagskrá fundar en án árangurs. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindur og Yngvi. Og við höfum einnig bókun hérna sem okkur langar að bóka í upphafi fundar vegna beinna útsendinga og þessi staðfundur. Þannig að nú vil ég lesa hana upp líka. Gjör svo vel. Já. Bókun álista vegna staðfundar. Fulltrúar álista lögðu til fyrir þennan sveitarstjórnarfund og honum streymt beint líkt og verið hefur síðastliðna mánuði vegna COVID-19. Fundur sveitarstjórnar er haldinn sem staðfundur í litlu rými og ekki hægt að tryggja fjarlæga mörk milli mögulegra fundagesta með tilliti til sóttvarnaregla. Tugir manna hafa fylgst með beinum útsendingum síðustu funda sem sýnir að íbúar hafa svo sannarlega áhuga á að fylgjast með sveitarstjórnarmálum, enda mun einfaldara í alla staði að tengjast beinu streymi frá fundi í okkar víðfeðma sveitarfélagi heldur en að mæta á staðfund. Það er búið að leggja ljósleiðar allt sveitarfélagið og býður svo fjárfestingu upp á mikla möguleika, meðal annars til að senda út beint frá sveitarstjórnarfundu. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindur og Yngvi. Og ef við má fylgja aðeins þessari bókun líka, þá er það, okkur þykir þetta svolítið sérstakt af því að það er nú komið með þessi fréttum að sveitarstjóri er mjög ánægður með þetta fyrirkomulag sem að hefur verið að geta haldið íbúafundi eða verið með beina fundi á netinu. Nýtt sér þetta fjarfunda fyrirkomulag og bara þennan möguleika og við vitum ekki alveg hver í meiri hluta sé á móti því að halda þessu úti. En takk fyrir þetta. Takk fyrir. Nú, það hefur auðvitað almennt í samfélaginu verið að rýmka á takmörkunum sem hafa verið í gildi og staðfundir meira að koma inn upp á síðkastið og það er auðvitað ætlunin hjá okkur að fara bara eftir öllum þeim reglum sem eru í gildi og reynum að halda þeim í líði. Hér eru grímur og spritt og allt til alls og það er auðvitað mjög ánægilegt að það sé áhuga á sveitarstjórnarmálunum og það hafa allir aðgang að þessar upptöku. Og við erum með bókun bara við þetta. Bókun D-lista er að það hefur ætlunin langt skeið meðal annars í ágætum samræðum við álista að halda staðarfund sveitarstjórnar leið það væri hægt. Að vel athuguðu máli var talið óhætt að gera það núna en ítrustu sóttvarnareglna er að sjálfsögðu gætt. Fjarfundir nefnda og ráða sveitarfélagsins hafa hins vegar heppnast mjög vel og verða vonandi nýttir í ríkum mæli á vegum sveitarfélagsins í framtíðinni til hagsbóta fyrir alla. Gerum að ráð fyrir að samþykktum sveitarfélag verði innan tíðar almennt breytt í takt í nýja tíma hvað þetta varðar. Þetta er fært til bókar. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Eru ykkur aðrar athugasemdir? Steindór? Nei, við búum bara vonast til að við erum kannski með þetta form áður en að þetta verður að tala bara ef við tala almennt sveitarfélag þá stundum þetta að vera á undan aðeins, en við kannski að láta einhvern veginn knýja sér til að gera hlutina. Þetta er svona tiltölulega einfalt allavega eins og þetta hefur verið hver heima hjá sér, en þetta er ekki alveg búin en akkurat á skrifstofunni til þess að eitthvað þetta herbyggir til þess að stoppa þessu beint út. Þannig að það er bara vonandi að það verði sem fyrir steinir eins og Margrét Harpa sagði, þá er tugir manna sem hafa á einhverju tímapunkti kíkt inn á stundir og við höfum að reyna bara sem að segja virða það og reyna að koma því sem allra fyrst í loftið að við erum alltaf að tala um að sér lítill áhuga sveitarstjórnarmálum og við hljótum alltaf að vilja auka það ef það er kannski með upplýsingar
þekkingu og svona fólk getur vissulega kynnt sér þetta aðeins að þurfa að mæta hérna kannski fyrir 1 mál eða eitthvað áhrifmarkamál sem það fólk vil hlusta á. Það getur bara tekið þetta heima og það svona kallað fjórða þessi tæknitilskipun komin talsvert langt á veg víða. Takk. Það ekki fleiri athugasemdir. Þá ætla ég að gefa sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir atriði úr rekstri sveitarfélagsins. Já, takk fyrir orðið. Það sem að mér langar að segja aðeins hérna frá er eitt og annað úr rekstri sveitarfélagsins. Það er margt að gerast og það er mikill kraftur í samfélaginu og bjartsýni finnst mér að maður verði var við. Margir sem að huga framkvæmdum og bara gaman. Ég vil nefna verkefnið þróun skólasvæðis sem á Hellu sem við erum að vinna heilmikið í þessa dagana og þessar vikurnar. Styttist í það að faghópurinn okkar var að koma saman núna seinna í þessum mánuði en hins vegar hafa skólastjórnendur og arkitektar og við starfsmenn sveitarfélagsins verið að funda og fara yfir tillögur og svona. Þannig að þetta gengur bara mjög vel og er spennandi. Enda ætlum við okkur að vera komin dálítið langt í næsta mánuði með þessa forhönnun á þessu. Ég vil nefna hérna líka punkta hjá mér varðandi vatnsveitun okkar, það ganga framkvæmdir vel og það sem nú efst á baugi þar, það að vinna í varðandi innra eftirlit og gæðamál, svona hugsa til framtíðar hvað það varðar. Reksturinn gengur ágætlega en við viljum svona leggja áherslu á það og stjórn vatnsveitunar. Þannig að við erum að vinna í því. Skipulagsmálin eru mjög áberandi þessa dagana, bæði það út allar sveitir og hérna í þéttbýlinu líka en á vegum sveitarfélagsins erum við að vinna í sérstökum verkefnum eins og skipulaginn í kringum Helluflugvöll, skipulagi fyrir jaðaríþróttir, motocross og slíkt hérna í austur af Hellu og það hefur svona verið áberandi upp á síkastið í þeim málum. Við erum að vinna að undirbúningi frumhönnunar fyrir Bjargshverfið. Þetta er málefni sem að koma fyrir á þessu fundi og í einhverju fundagerðum en þetta er það sem er svona mest áberandi þessa daga. Við höfum átt mjög góða fundi með áhugasömum hönnuðum, arkitektum sem að velta fyrir þessu hugmyndum þar til dæmis. Þannig að það er gríðarlega spennandi. Gatnagerðin í Öldukverfinu og Rangabökkum er bara í farvegi nú og kemur hérna fyrir þennan fund líka til staðfestingar. Nú við erum að undirbúa íbúafund núna 23. mars þar sem við ætlum að sjálfsögðu nota alla þá tækni sem við mögulega getum til að koma þessu beint og vel til fólks og vonandi verður góð þáttaka. Þá ætlum við að taka fyrir atvinnumálin og erum búin að fá mjög spennandi fyrirlesara inn í það og erum að undirbúa það krafti. Nú svona á skrifstofunni þá má segja að endurskoðunin er komin á fullan skrið. Þetta er alltaf sömu verkefnin, svona þessi stóru verkefni álegu, það er ásreikningurinn og síðan fjárhagsáætlunin. En það gengur svo sem bara allt eftir áætlun. Og síðan langar við bara að segja að það er mikið spurt lóðir hérna í þéttbýlinu. Þannig að það er eitthvað í loftinu. Það er bara, ég held að hamingjan sé bara hérna hjá okkur, er það ekki? Menn er alltaf að tala um hvað hamingjan sé, ég held að hún sé hér, svei mér þá. Takk fyrir það, sveitarstjóri. Hamingjan er sannarlega hér. Við göngum til dagskrár. Fyrsti liður er byggðarráð Rangárþings ytra, fundur 32. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 1.7, gatnahönnun Rangarbökkum, niðurstaða byggðarráðs. Fyrir liggur niðurstaða verðkönnunar á gatnahönnun í 9 hesthúsahverfi á Rangarbökkum. Gerðar verðkönnun meðal 5 ráðgjafa. Gögn voru send út þann 12.2.2021 og var tilboðstími til 22.2.2021. 2 tilboð bárust frá verkfræðistofunni Eflu hf og Hnit verkfræðistofu hf. Hagstæðara tilboði var frá Hnit hf að upphæð 5.624.859 krónur án virðisaukaskatts og stefnt er á að hönnun hverfisins og vinnslu útboðsgagnanna fyrir vestari hluta þess verði lokið seinnipartinn í maí næstkomandi
og samkvæmt því stefnt á að geta búið út framkvæmdir í framhaldi og byrja jarðvinnu í júní. Gera þarf þá kröfu í útboðsgögnum að aðgengi verði reiðhöll, reiðvöllum og úthlutuðum lóðum á framkvæmdatíma. Lagt til að samið verði við verkfræðistofuna Hnit hf. Sem var lægstbjóðandi. Kostnaður færist á gatnagerð og rúmast innan fjárhagsáætlunar. Það samþykkt samhljóða og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust. Engin kveðsur hljóðs, þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.8 Ölduhverfi gatnagerð, niðurstaða byggðarráðs. Fyrir liggur niðurstaða verðkönnunar á gatnahönnun fyrir síðasta hluta Ölduhverfis. Gerð var verðkönnun meðal 5 ráðgjafa. Gögn voru send út þann 12.2.2021 og var tilboðstími til 22.2.2021. 2 tilboð bárust frá verkfræðistofnu Eflu hf. Og Hnit verkfræðistofu hf. Hagstæðara tilboðið var frá Eflu að upphæð 4.516.308 krónur án virðisaukaskatts. Stefnt á að hönnun hverfisins verði tilbúin í byrjun júní og útboðsgögn fyrir eina íbúðarhúsagötu verði tilbúin í lok júní. Samkvæmt því stefnt á að geta búið út framkvæmdir í framhaldi og byrja jarðvinnu síðsumars, júlí eða ágúst. Lagt til að samið verði við verkfræðistofuna Eflu hf. Sem var lægstbjóðandi. Kostnaður færist á gatnagerð og rúmast innan fjárhagsáætlunar. Samþykkt samhljóða. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust. Engin kveðsur hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.12 Endurnýjun þjónustusamnings. Niðurstaða byggðarráðs. Lögð fram tillaga að endurskoðun samningi við Hestamannafélag Geysi barna- og unglingastarf. Byggðarráð leggur til að samningurinn verði staðfestur í sveitarstjórn. Samþykkt samhljóða. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti samninginn. Orðið laust. Engin kveðsur hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.21 Félags- og skólaþjónusta fundur 50 niðurstaða byggðarráðs. Liður 21.1 Starf iðjuþjálfa á Suðurlandi. Tillaga að byggðarráð staðfesti fyrir sitt leyti að gerður verði nýr samstarfssamningur starf iðjuþjálfa á Suðurlandi á þeim forsendum sem framkoma í framlögðum gögnum, enda sé ekki að ræða aukin fjárframlög til málaflokksins frá því sem fjárhagsáætlun 2021 gerir ráð fyrir. Samþykkt samhljóða fundargerðin að öðru leyti til kynningar og lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust. Engin kveðsur hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liður 2 Vatnsveitar Rangárþings ytra á Ásahreps, fundur 12. Þar fundargerðin lögð fram til kynningar. Margrét Harpa. Já, takk fyrir áttúti. Það er bara ánægilegt að sjá að það sé verið að endurskoða framkvæmdaráætlun hjá Vatnsveitunni og ég tel mikilvægt að þegar hún verður orðin klár, þegar verður ný áætlun orðin klár, að hún sé höfð aðgengileg á vef sveitarfélagsins. Þannig að íbúar geti bara skoðað þetta og kynnt sér þetta og komið þá náttúrulega með ábendingar og bara hvetja til að fólk komi með ábendingar ef það er eitthvað, kynni sér málið og komi með ábendingar til stjórnar. Já, takk. Takk fyrir það. Við förum í lið 3. Það er ODBS fundur 36, þar fundargerðin lögð fram til kynningar. Lið 4 Fjallskelanefnd Holtamannaafréttar, þar fundargerð frá 22. febrúar 2021. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina fyrir sitt leyti. Orðið laust. Engin kveðsur hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 5 Heilsu íþrótta- og tómstundanefnd fundur 14. Það er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 6 Skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra fundur 36. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Þið látið vita ef þið hafið athugasemdir við einstaka liði, annars er litið á að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Það er liður 6.1 Múli landskipti vegsvæði, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptir í spildu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 6.2 Fellsmúli landskipti undir vegsvæði, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptir í spildu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 6.3 Brekkur 2 landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptir í spildu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða.
Liður 6.4. Snjallsteinshöfði 1a. Stofnun lóðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptir spildu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og samþykkt samhljóða. Liður 6.5. Gaddstaðir, landnúmer 1644487, breyting á heiti í Rangarbakkar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við framkomna ósk breyting á heiti umræddra lóða. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.6. Skarð, lóð með landnúmer 1650050, stofnun lóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptum lóðum. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.7. Stóruvellir landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.8. Húnakot 2 landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptir spildu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.9. Hrafntóftir 2 landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á útskiptum lóðum. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.10. Guðrúnartún 1, breyting á formi byggingar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform umsækjanda og leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gera tillögu að nauðsynlegri breytingu á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur réttast að breyting á þakgerð verði einnig skilgreind að lóð 3 sem valkvædd. Nefndin telur að óverulega breytingu á deiliskipulagi sé að ræða þar sem hún hefur engin áhrif á aðra en umsækjanda annars vegar og sveitarfélagið hins vegar. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.11. Ketilhúsahagi 29, umsókn breytingu á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefndin leggur til að áform umsækjanda skuli grenndarkynnt áður en af afgreiðslu verður. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.12. Varmidalur, breyting á landnotkun efnistaka. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd frestar erindunum þar til gögnum eignarhald liggur fyrir. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.13. Hvammsvirkjun, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að athugasemdir sem bárust á kynningartíma skipulagsins skuli jafnframt teljast til athugasemda við auglýsingu skipulagsins nema ný berist frá sama aðila á auglýsingatíma skipulagsins. Viðkomandi aðilum sem athugasemdir gerðu skal tilkynnt það. Skipulagsnefnd leggur til að deiliskipulagið verði samþykkt og það verði auglýst á grundvelli 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Leitað verði umsagna helstu samráðs- og umsagnar aðila sem tilteknir eru innan greinargerðar deiliskipulagsins. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.14. Hagakrókur, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.15. Akstursvæði vélhjóla og svæði undir Litboltavelli. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að gerð verði nauðsynleg breyting á landnotkun í aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem viðkomandi svæði verði gert að íþróttasvæði. Samhliða verði unnið deiliskipulag fyrir svæðið þar sem gert verði ráð fyrir svæði undir akstur vélhjóla ásamt svæði fyrir Litboltavelli. Jafnframt verði gert ráð fyrir aðstöðu fyrir þjónustubyggingar á svæðinu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 6.16. Leynir 2 og 3 deiliskipulag kæra 21/2021 vegna ákvörðunar sveitarstjórnar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að leita verði álits lögfræðings sveitarfélagsins vegna framkominnar kæru. Jafnframt verði óskað eftir framlengdum fresti til andsvara. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar
og er það samþykkt samhljóða. Liður 6.17 Minnahof kæra 26 og 2021 vegna ákvörðunar sveitarstjórnar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að leita verði álits lögfræðings sveitarfélagsins vegna framkominnar kæru. Jafnframt verði óskað eftir framlengdum fresti til landsvara. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Þá er þessum lestri lokið. Förum við lið 7, leynin mat á umhverfisáhrifum, erindi frá Magma-lögmönnum frestun gildistöku deiliskipulags. Erindi frá Magma-lögmönnum varðandi frestun og gildistöku deiliskipulags barst þann 29. janúar 2021. Á þeim tímapunkti hafði deiliskipulagið þá þegar tekið gildi. Leitað var til lögmanns sveitarfélagsins með hvernig ætti að bregðast við. Lögmaður sveitarfélagsins taldi ekki rétt að aðhafast í málinu. Tengsl deiliskipulagsins við matsskyldu framkvæmdan í leyni voru ekki talin af áhrif. Rétt er þó að taka fram að á meðan ekki liggur fyrir endurskoðað álit skipulagsstofnunar matsskyldu hafa ekki verið gefin út nein leyfi til framkvæmda í leyni. Lagt er til að fela lögmanni sveitarfélagsins að svara erindinu í samræmi við ofangreint. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Við varðandi dagsetningu þess erindis þá höfum við athugasemd við að það hafi ekki verið tekið fyrir á febrúarfundi sveitarstjórnar. Það er móttekið samkvæmt stimpli 29. janúar. Þetta er enda að var tekið fyrir skipulagsnefnd á mánudaginn líka og þá var ekki stimplað erindi, sem sagt fylgigagn sem að það var ekki stimplað með dagsetningu, móttökudagsetningu, en núna liggur fyrir sem sagt móttökudagsetning á hreinu. Þannig að við viljum bara bóka við þetta athugasemd varðandi að þetta var ekki tekið fyrir á febrúarfundi. Kannski bara inna oddvita eða þá vara oddvita eftir svörum sem að hans að taka málin á dagskrá. Takk. Ég lesi upp bókurina. Já, bókum þetta bara eftir að afgreiðslu, en ég get lesið hann upp. Fulltrúar álista í sveitarstjórnarframkvæmd fékk Sitra gera athugasemd við að þetta erindi sem móttekið var 29. janúar hafi ekki verið tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar 11. febrúar síðastliðinn. Góð stjórnsýsla felur í sér að erindi séu tekin fyrir eins fljótt og kostur er en dagi ekki uppi eða gleymist eins og virðist verið í þessu tilfelli. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Ingvi Harðarsson. Takk fyrir það. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta ég vil bara fá að skjóta inn í aðeins. Það kemur svo sem allt fram hérna í þessari bókun hvernig þetta mál er vaxið en ég vil samt taka fram þessa sem að Margrét Harpa nefndi að þetta væri óstimplað skjal. Það er sem sé kemur ekki frá okkur það skjal sem að þið sáum þar. Það er skjal sem kemur og fylgir öðrum máli sem að þetta tengist þessu. Það er ekki sama. Það kemur ekki frá okkur inn á fundi í rauninni. Það er sikkort málið. Þannig að bara svo það sé á hreinu. Og vönduð stjórnsýsla er eitthvað sem við teljum að sé viðhöfð hér hjá Rangárþingi og erum þetta mjög stolt af. Síðan tel ég að það sem kemur hérna fram í bókuninni og það skýrir málið. Þetta er sem sé með þessum hætti í samráði við okkar lögmenn. En það er þarna líka tillaga bókun til að skýra þetta enn betur. Takk fyrir það. Fleiri? Margrét Harpa. Já, ég skil svo sem vel að það hafi þurft að leita álits lögmanna en að mínu, ef okkar áliti þá teljum við að það sé rétt samt að taka erindi og setja það á dagskrá fundar þó svo og þá bara fresta maður afgreiðslu og kalla eftir gögnum en bara það sé komið inn í stjórnsýsluna, það sé sýnt að þeir sem senda inn erindi sé sýnt svo virðing að setja þetta strax á fund og þetta hefur komið fyrir áður þetta erindi erindi skort sem það er stíla á sveitarstjórn eða þá erindi hefur verið sem að sveitarstjórn hefur átt að taka fyrir þetta er tekið fyrir eftir dúk og disk en ekki á næsta fundi og það virðist, var allan að upplifa það stundum að þetta gleymist þess sérstaklega ef þetta er nú ekki sendt á alla sveitarstjórn heldur bara á erfusl og netfangið eitthvað þess þá einhvern veginn gleymist þetta það er okkar tilfinning þannig að það er bara svolítið að fara yfir það hvernig þegar erindin og móttekin að þau séu bara strax sett inn á dagskrá fundar það er hægt að taka það út ef þau ekki við eða þá bara fresta afgreiðslunni. Takk. Takk fyrir það.
við reynum auðvitað að við hafa góða stjórnsýslu og koma erindum inn á fund eftir bestu getu. Það alveg þannig. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tilnefningarmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Og það var hann að fletta þessu. Bókun frá D-lista. Að þetta mál eins og önnur sem berast sveitarstjórn er lögð fyrir fund svo fljótt sem verða má. Í þessu tilfelli þurfti að kalla eftir leiðbeiningu frá lögfræðingu sveitarfélagsins og í samræmi þá kemur málið nú fyrir þennan fund og málvextir er eins og fram kemur hér áður í bókun sveitarstjórnar. Björk Gretarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Förum í lið 8, málefni hestamanna við Hesthúsgötu á Hellu. Það er tillaga átaksverkefni til afgreiðslu. Það er lögð fram tillaga átaksverkefni tímabili 2021 til 2022 til að flýta uppbyggingu í nýju hesthúsahverfi á Rangarbökkum, en eldra hverfi er víkjandi samkvæmt skipulagi. Átaksverkefni gengur út á að húseigendur í eldra hverfi geti gert sérstakan samning við sveitarfélagið flutning í nýtt hverfi. Sveitarfélagið kaupir það eldra hús og er miðað 50.000 krónur á fermeter og seljandi skuldbindur sig til að leggja fjármunina í nýtt hús í hinu nýja hverfi. Helmingur upphæðarinnar greiddur við undirritun samnings og afgangurinn þar sökkull að nýju húsi hefur verið kláraður. Einnig er hægt að semja á þess að byggja á nýjum stað en þá eru eingöngu greiddir 25.000 krónur per fermeter. Heildarkostnaður sveitarfélagsins við verkefnið fer eftir þátttöku. Átakið verður auglýst vel og kynnt á fundi með hesthúseigendum á næstunni ásamt nánari upplýsingum umsóknarferlið. Byggðarráði verður falið að undirbúa verkefni fyrir fjárhagsáætlun og eftir atvikum viðauka við fjárhagsáætlun þegar betur liggur fyrir með þátttöku í verkefninu. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs, þessi geta samþykkt tilnefningarmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 9, forstöðumaður íþróttamiðstöðvar. Ákvörðun varðandi auglýsingu. Það er lagt til að fela sveitarstjóra að fullvinna tillögu auglýsingu í samræmi við fyrirliggjandi drög og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs til staðfestingar. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Þetta eru mjög mikla kröfur sem settar fram í þessum drögum sem ég rendi yfir, en ég held að byggðarráð ætti allavega að vinna svolítið vel í þessu og jafnvel ég hefði nú vonast til að íþrótta- og tómstundanefnd myndi nú kannski koma með álit, svona almennar, nánara álit heldur en var. Þetta var bara pínu svona, já, okkur líst vel á þetta og full þörf á þessu. Ég hefði vonast til þess að við vísuðum sem sagt til íþrótta- og tómstundanefndar og til álitsgerðar og tillögu og það kom afskaplega lítið fannst mér frá þeim, en ég held allan að þá er bara meiri vinna hjá okkur byggðarráði og ég held að við ættum bara svolítið að svona kannski kalla eftir gögnum eins og hjá nágrönnum okkar í Rangárþingi eystra og jafnvel hjá öðrum sveitarfélögum sem eru að setja í stæðið að gráðu með íþrótta- og tómstundafulltrúa með svona að heyra þeirra reynslu og hvernig starfshlutfall eigi að vera. En þetta er virkilega þörf á að hafa íþrótta- og tómstundafulltrúa. Þannig að, já, takk. Takk fyrir það. En að koma inn á að heilsu íþrótta- og tómstundanefnd var vissulega falið að gefa álit á þessu. Það voru miklar og góðar umræður í nefndinni og samdóma álit að þetta væri mjög mikilvægt að fá þetta að fá íþrótta- og tómstundafulltrúa hér inn og það var ekki beðið um drög og auglýsingu annars slíkt fyrir nefndin, en þetta var eins og nefndin vann þetta. Steindór. Sambandið það miðað við bókun sko heilsu íþrótta- og tómstundanefndar, þá var svolítið þunn sko, meðan það hefur verið mikil umræða og góð umræða, þá var alltaf mjög gott að kannski fóru þeir punktar til byggðarráðs, ég þekki það ekki. Það er ekki þetta í bókun er bara svona svolítið á þetta er gott mál í samþykkjum, en af því að það er náttúrulega verið að vísa málum í nefndi til að fá svona gott kjöt á beinin meira, svona það sem þekkja til og eru kannast í þessu alla daga og svo er svona, já eins og Margrét segir, þetta er ansi svona yfirgripsmikið starf og það er eitthvað kannski gott að hafa starfslýsinguna mjög nákvæma svo að það verður ekki einhverju öðru kannski það sem tekur þetta starf að sér, en já það er
eins og til dæmis með nefndina með að verða svona svolítið almennt að nefndin hafi starfsmenn þannig að þarna er þessi væntanlega það er svo markas- og kynningarfulltrúi er nánast orðinn starfsmaður atvinnunefndar og þarna er þessi starfsmaður þannig að maður fyrir að velta fyrir sig hvort það sé eitthvað tímabært að endurskoða um þetta hlutverk formanna og starfsmanna hvort að þeir síðan nánast bara taka yfir þegar manni sýnist það í þessum nefndum og það sé mikið á þessu starfsfólki í sambandi þeir eru bæði reyndar og gera alls konar vinnu fyrir sem er kannski alveg eðlilegt, ég er ekkert að gagnrýna en það þarf kannski bara að koma því þá á fyrir aðra nefndur að gera það bara almennan að það sé bara einhver aðili hérna skrifstofum sem tekur það að sér fyrir viðkomandi nefnd en að öðru leyti tek ég heilshugar undir þetta er mikilvægt og við höfum talið óþarfi að sveitarstjórn þurftum að geta að segja vatnið í lækjum og Blönduós og Fjarðabyggð það er bara geta alveg næsta við göttum heima þess og spurt hérna að fulltrúan í Eystra þeir eru mjög góða reynslu hérna þessu akkurat eins og við erum að leita að það er fínt að sem sjálfsagt er búið að gera, kynna sér það hvernig þeir hafa þetta, við erum ofta með okkur við þá sem er eðlilegt það er nágrannar Takk fyrir Takk fyrir það Steindór Margrét Harpa Já, þessu tengt þá tókum við þetta náttúrulega fyrir á byggðarráðsfundi síðasta og þá nefndi ég nú þótt að það hafi ekki verið bókað að það væri mjög gott að kalla eftir upplýsingum og eiga samtal við þá í Eystra því þá voru akkurat lágu fyrir þessar auglýsingar frá Fjarðabyggð og borgar allan að þessar auglýsingar sem eru langt af en ég get ekki séð að liggi fyrir nein gögn frá Eystra en ég veit náttúrulega ekki hvort samtalið átt sér stað og ég tek undir það sem Steindór segir með og það er kannski punktur sem við kannski ræðum í byggðarráði mér finnst kannski ekki eðlilegt að það sé sett í starfslýsingu starfsmanns að hann eigi að vera álitsgjafi eða vera í nefnd á vegum sveitarfélagsins því nefndirnar eiga að vera svolítið vinna sjálfstætt að mínum mati ég held að það sé óháð því hvað en sjálfsögðu getur kalla starfsmenn inn á nefndafund ef þið vantar nánari upplýsingar eitthvað þess áttar en það var ekki að gera ráð fyrir að það sé partur á þeirra starfi að leiða nefndir eða eitthvað þess áttar Takk fyrir það Ágúst Já, og þetta er mjög skemmtilegt mál og mikilvægt mál og þetta er náttúrulega bara rétt að fara af stað þessi vinna við þessa auglýsingu þannig að það er bara gott að fá veganesti með í þetta en af því að það er spurt þá hef ég haft samband við nokkra sveitarstjóra og meðan það hringt í Lilju í Hvolsvelli og því sé haldið til haga og hvernig þið gangi á þeim en þetta er bara ekki komið á það stig að fara að lista það allt upp hvað hefur verið gert þetta er bara fyrstu drög þannig að fyrir byggðarráðsfund er vantilegt að taka saman mikla greinargerð um það hvernig menn komast að þessu að þessi auglýsing ætti að vera sirka svona Takk fyrir mig Fleiri hafa ekki hvart sér ljóðs til þess að geta samþykkt tillagan gefa merki tillagan samþykkt samhljóða liður 10 fyrirspurn varðandi íþrótta og æskulýðsmál það er fyrirspurn frá Ástþóri Jóni Ragnheiðarsyni og hún þetta er í 3 liðum og ég leist upp að tillaga að svari sveitarstjórnar við þessum fyrirspurnum í 10.1 fyrirspurn kemur það til greina að ykkar mati að koma á fót frístundastyrkjum í sveitarfélaginu svar sveitarstjórnar það kemur vissulega til greina og hefur verið rætt en hingað til hefur áherslan verið lögð á að stíga beint við þau félagasamtök sem eru með skipulagða íþrótta- og tómstundastarfsemi í sveitarfélaginu liður 10.2 hefur sveitarfélag áform að bjóða upp á aðstöð sem gerir skóla og íþróttahópum kost að geta þjálfað og fengið kennslu í styrktarþjálfun til að svara sveitarstjórnar það hefur ekki verið tekin nein ákvörðun sérstakar aðgerð í þá veru umfram það aðstöð sem þegar til staðar í okkar ágætt íþróttaaðstöð Hellu, Laugulandi og Þykkvabæ og liður 10.3 þar er fyrirspurnin er von á því að íþróttavellurinn Hellu komist í boðlegt ástand á næstunni undir keppni á æfingar íþróttum til að svari sveitarstjórnar það er ríkur vilji til þess að hafa alla aðstöð til íþróttaiðkunar í góðu standi fyrir vorið verður að venja haft samráð við íþróttafélagin sem nýta aðstöðuna hvað með betur fari núverandi aðstöð og því hrindi framkvæmd í samræmi við fjárheimildir var það laust tillögur að þessu svörum sveitarstjórnar
Steindór? Það var náttúrulega við ræddum það aðeins fyrir fundinum að svona við höfum náttúrulega sem sveitarstjórn náttúrulega kom svona til að í fullar drögum sem var bara fínt sko og við höfum svo sem ekkert allir tækjaði til að ræða það þannig að þetta eru svona kannski mismunandi áhersla þótt við hefum svo sem öll sameiginlegt að vilja styðja vel við íþróttastarf og aðstöðuna og svona þannig að svona ekki hverja búið svona líklega kannski bara á sveitarstjórn við búið til þessi svör þannig að en vissulega var þessu erindi beint til okkar þannig að umræðan hefur ekki farið með fram einhvern svona dýpið en þetta er svona almennt þess vegna þá bókuðum við kannski aðeins við þetta bara allt í góður einhvern sérstök gagnrýni heldur bara þetta að kannski geta verið einhverjar örlitlar við hefum verið spurt þá hefum við kannski svarað þessu lítið öðruvísi en það er bara bókunni við sem eru hérna Margrét fylgir þá vantarlega eftir Takk Margrét Harpa? Já, takk fyrir það. Það er okkur þetta svörin eru svona svo sem almenn, bara almenns eðlis en þessi umræða náttúrulega og þessar ábendingar það er mjög gaman þegar einhver leggur á sig þá vinnu að undirbúa svona fyrirspurn og senda inn og það er flott að hafa fólk sem hefur virkilega áhuga og svona drífanda í þessu en það er eins og varandi frístundastyrki að við höfum vissulega rætt þetta og okkar grunnvilji er að koma á fót frístundastyrkjum í sveitarfélaginu og þá til viðbótar við núverandi styrki og þá erum við náttúrulega að hugsa líka fyrir þau ungmenni og börn sem vilja vera í einhverju öðru en íþróttum og tónlist því að það er margir sem að einhverju sækja allavega afþreyingu annað eða tómstundir annað sem eru bara hreinlega ekki boði hérna eins og leiklist og listnámskeið og þess áttar þannig að ég held að það væri bara mjög fýsilegt að geta komið á móts við þá einstaklinga líka það sem er hérna líka varðandi styrktarþjálfunar aðstöðu að þegar var samið við núverandi sko við erum náttúrulega með eigum tæki og einhver tæki og tól sem eru staðsett í íþróttahúsinu Þykkvabæ og vissulega er hægt að skoða það hvort að það sé geta og vilji iðkenda að fara niður í Þykkvabæ og nýta þessi tæki og tól eða þá hvort það ætti að eitthvað að endurskoða hvar þau eru staðsett eða að dreifa þeim eða eitthvað þess áttar en þegar var samið við núverandi líkamsrækta rekstraraðila þegar meirihlutinn ákvað að ganga til samninga við hann og við deildum mikið á það okkur fannst þetta ekki vera rétt okkur fannst ekki rétt að þessu staðið þegar var samið við viðkomandi aðila þannig að við sátum hjá við þá tillögu en þá náttúrulega lýstum við yfir þessum áhyggjum að verðlagning þessa aðila til ungmenna á líkamsrækta kortum hún er frekar há með hvað við höfðum hérna áður þannig að og mér heyrist á svona forsvarsmönnum íþróttafélagana að það er ekki mikill sveigjanleiki varðandi að nemendur eða íþróttaiðkendur fái aðgang að tækjum þarna nema gegn þessu háa gjaldi og það hafa bara því miður ekki allir bolmagn til þess að greiða það þannig að við ætlum að bara fá að bóka við þessa liði svona okkar sér áherslur en þessi svör svo sem standa alveg sem svör sveitarstjórnar þetta lýsir bara ástandinu sem er þannig að á ég að lesa upp bókun eða viljið þið bregðast við? Mátt lesa það bara upp Já, þá var það bókun við lið 10.1 varandi frístundastyrkina að þá er bókunin eftirfarandi fulltrúar álista vilja skoða möguleika á að koma á fót frístundastyrkjum í sveitarfélaginu til viðbótar við núverandi styrki til íþróttafélaga þetta er og þá hugsa ég náttúrulega þetta að maður getur skoða þetta í fjárhagsáætlun í haust eins og við höfum nú yfirleitt gert síðan við lið 10.2 varðandi styrktarþjálfunar aðstöðu þá er eftirfarandi bókun fulltrúar álista lýstu yfir áhyggjum sínum varðandi verð og aðstöðu fyrir ungmenni á 18. fundi sveitarstjórnar þann 9. janúar 2020 er meirihluti sveitarstjórnar samþykkti að semja við núverandi rekstraraðila líkamsræktarstöðvar. Með nýjum rekstraraðila er aðstæða til styrktarþjálfunar ungmenna á Hellu og á Laugalandi afar bágborin nema gegn tiltölulega háu gjaldi með við það sem verið hafði áður.
Sveitarfélagið þarf að sjálfsögðu að kanna mögulega leiðir til að kaupa búnað til að styðja við unga afreksíþróttamenn í sveitarfélaginu og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Yngvi. Takk fyrir það. Yngvi? Já, og veit ég, bara aðeins svona að segja frá mínu brjósti að þá er nauðsynlegt að það sé verið með öflugt íþrótt- og tómstundastarf í sveitarfélaginu því að hvað sem það má segja þá er þetta öflugasta forvarnarstarf sem að til er og það er alveg nauðsynlegt að þetta sé sífellt í umræðinu og verið að velta upp og hvort það sé ekki hægt að gera betur og hjálpa til við að auka starfsmenn. Þetta er bara það sem við eigum að hafa svolítið að leiðarljósi og verðum að vera með í sífelldri umræðu. Þetta er náttúrulega bara börnin og ungmennin eru framtíðin okkar. Takk. Takk. Vel að taka undir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Við berum upp til samþykktar þess að geta samþykkt gefmerki. Samþykkt. Afsakið, en er þetta ekki bara svör, þurfum við að samþykkja þau? Það var tillaga svörum, Já. sveitarstjórn. Er þetta tillaga svörum, ekki bara svar eins og kom í drögum fyrirgjöf? Já, það kom í drögum að þetta verði bara svar. Lasu tillaga svörum, svari sveitarstjórnar. Þá komið að lið 11, erindi og fyrirspurnir frá álista 2021. Vil ekki fylgja eftir? Jú, þetta eru sem sagt, þetta eru 6 fyrirspurnir, nokkrum liðum. Fyrirspurn 1 er samning rekstur matvöruverslunar á Hellu. Þá veltum við fyrir okkur hvernig verður verðalagseftirliti háttað því að það kveður á í samningi að það skuli, já, við þurfum bara að velta fyrir okkur hvernig verður þessu verðalagseftirliti háttað því að ef að verð stenst ekki og er ekki sambærilegt á við að ég veit ekki, þá er samningur uppsegjanlegur. Þetta er allavega það sem við lesum út úr þessu. Liður 2, samningur rekstur líkamsræktarstöðvar á Hellu. Fyrirspurn og ósk upplýsingar. Fyrsta lagi, hversu margir viðskiptavinir eru við World Class á Hellu? B, hversu margar heimsóknir hafa verið á hvert mánuð hingað til? Og C, hafa starfsskyldur starfsfólk íþróttamiðstöðvar gagnvart World Class breyst eða aukist umfram samning vegna COVID-19 og hefur leigutaki greitt fulla leigu á þessum tíma samkvæmt sama samningi. Og við óskum eftir sundurliðu yfirliti leigugreiðslu til upplýsinga. Og þarna erum við að vísa að við höfum náttúrulega orðið vör við að íbúar hafa orðið vari við og notendur að starfsfólk sundlaugarinnar eða íþróttamiðstöðvarinnar er meira þarna inn að þrífa, það þarf að sótthreinsa búnað og þess háttar og við bara veltum fyrir okkur er einhverju auka greiðslur út af því eða er þetta að lenda á sveitarfélaginu sem að það á náttúrulega alls ekki að gera. Síðan er fyrirspurn nr. 3, staða yfirdráttarláns byggingarsjóðs Lundar. Það er í A-lið, hver er staða yfirdráttar og hver upphafsdagur yfirdráttarlánsins. Í B, hver er mánaðarlegu vaxtakostnaður með fulla nýtingu yfirdráttarheimildarinnar. Og C, hefur rekstrarfé Lundar verið notað til að greiða niður vaxtakostnað yfirdráttarláns byggingarsjóðs. Varðandi þessa fyrirspurn, þá við vonumst til að það komi eitthvað svar en þessu verði ekki bara vísa til stjórnar Lundar til að svara fyrir þetta. Þó svo að sveitarfélagið einungis ábyrgist þennan yfirdrátt, þá sýnist okkur náttúrulega var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun þessa árs að fara að greiða þarna inn einhverja 34-5 milljónir, eitthvað svoleiðis. Og þannig að þetta skiptir náttúrulega sveitarfélagið töluvert máli, hvernig er staðan bara á þessu yfirdráttarláni og hvort þetta sé boðlegt að vera með þetta yfirdráttarlán í einhver ár. Það er svolítið svona áhyggjuefni. Þetta er ekki skynsamlega farið með féð. Svo erum við með lið 4, það er fasteignagjöld ferðaþjónustuaðila í Rangárþingi ytra. Hver er staðan á innheimtu fasteignagjalda hjá ferðaþjónustuaðilum í sveitarfélaginu sem fengu greiðslufrest vegna heimsfaraldurs. Varðandi þetta þá erum við svona bara fá stöðuna á þessu. Maður hefur áhyggjur af ferðaþjónustuaðilum hérna, stórum aðilum kannski sem hafa kannski bara engar tekjur, stórum sem litlum, en er að greiða náttúrulega full fasteignagjöld
og oft á tíðum, sérstaklega í dreifbýlinu, þá er ansi lítil þjónusta sem fylgir þessum fasteignagjöldum. Þetta er bara skattur og þú verður ekki eins og móka heimtíðin. Þannig að það verður bara fróðilegt að vita og jafnframt þarf eiginlega sveitarstjórn að hugleiða sko ásamt kannski ríki eitthvað hægt að gera fyrir þessa aðila því að það náttúrulega ástandið ekkert að lagast núna. Það ekkert að lagast, því miður. En kannski með haustinu, þá kemur túrisminn aftur. Síðan er það fyrirspurn númer 5, gæðamál innsendra erinda. Er einhver rammi eða einhvað innra gæðaeftirlit varðandi tímann sem líður frá móttöku erinda og þangað til þau koma fyrir sveitarstjórn eða byggðarráð. Og þarna er þessi fyrirspurn byggist náttúrulega svolítið á því að það hefur verið að koma fyrir að það eru mál tekin hérna inn sem eru, allt og langt sína bárust. Þau eru ekki tekin inn strax og þau berast, þannig að maður fyrir að velta fyrir sér einhvern veginn hægt að koma einhvers konar kerfi á að kjörni fulltrúar fái send erindi. Ég hef reynda hvatt fólk ef að það er eitthvað að veltast með að senda inn erindi, hvatta til að senda líka bara á alla sveitarstjórn því þá er minni hætta á að mál gleymist því maður skilur náttúrulega vel ef það er mikið að gera hjá aðilum að þá náttúrulega er hætta á að hlutirnir gleymist eða einhvað misfarist. Síðan er það í lið 6 með Hólsárós. Við óskum eftir upplýsingum aðgerðir og kostnað sveitarfélagsins við að opna stíflu í Hólsárós og jafnframt veltum við fyrir okkur hefur verið athugað hvort hægt sé að sækja styrk í þessar aðgerðir og eins í fyrirbyggjandi aðgerðir. Já, spurning hvort að Yngvi Harðar vilji bæta eitthvað þar við. Þá tekur hann bara til og óskar eftir orðinu. Takk. Takk fyrir þetta. Yngvi hefur beðið orðið. Já, ég var svona að það sem að þetta kemur nú eiginlega kannski miklu leyti frá mér þessi ósk sko, en það sem ég hef velt fyrir mér með þetta sko, þetta sketur náttúrulega skemmt þegar þetta skeður eins og daginn þegar stíflast í stórviðri og þetta náttúrulega skemmir gróðurlendi þegar áin flæðir yfir í Þjórsá. Þetta var óhugnulega mikið á tímabili og þetta gerist því miður allt og oft. Þetta trúlega stíflaðist hún í fyrravetur en þá bara opnaði hún sig strax. Það er 7 ár síðan að var svona stór stífla líka. En sko það sem ég er bara að velta fyrir mér sko er einhvers staðar til dæmis einhvers staðar stendur að Vegagerðin eiga taka einhverja þátt í eða ber einhverja ábyrgð hvort að það er fallið í burtu veit ég ekki að þetta var einhvern tíma þannig og þurfum við ekki einhvern veginn að skoða hvort það sé hægt að fá inn einhverja aðila sem að frá hinu opinbera ef það er einhvers staðar sem göll sem að þeir þannig að þeir eigi að taka þátt í hlutunum og svo er bara hvernig er hægt að hvað er hægt að gera til þess að koma í veg fyrir þetta. Þetta er svo lágt þarna á kafla að ef það stíflast í stórviðri og reyndar áin er honum svo breið svo hún þrengist þarna framfrá sko þá er svo mikið flæði og flæmi sem hún að straumurinn er ekki nóg á móti stórviðri. Það er alveg gríðalegt bakkarof einmitt sem verður við þetta. Já, sko, eins og núna þegar að mest var að þá að farið að flæða í norðurvestur við Ósa, undir Ósabrúna og upp þetta. Þannig að það er bara, hvort við þurfum ekki að bara skoða, láta þessu einhvern veginn að kynna okkur þetta hvort það sé eitthvað hægt að gera, hvernig. Hvort það sé ekki hægt að sækja ykkur opinbera sjóði til þess að bregðast við. Takk. Takk fyrir það Yngvi. Ágúst? Já, þarna eru náttúruöflin á ferðinni, svo Yngvi greinir frá. Þarna þurfti að bregðast skjótt við, þannig að það bara farið strax í að gera það sem að mönnum þótti gáfulegast. Bara leið og við vissum að því að þetta var stíflað. Þetta er samstarfsverkefni hérna sveitarfélagina, sikkur megin við.
og eins og Yngvi var að greina frá, þetta hefur náttúrulega komið fyrir nokkuð sem áður og ábyggir einhvern tíma þegar menn hafa bara ekki vitað af því eiginlega. En þetta fór náttúrulega ekki á milli mála, þarna var bara að gera eitthvað. Og við tölum strax Landgræðsluna sem er sem sé sá aðili ríkisstofnun sem hefur þessi mál á sinni könnu. Ég talaði Landgræðslustjóra bara á leið og við fórum yfir og hann kannaði það í sínu ranni hvernig málin stæðu. Það er búið að gera ákveðna úttekt á þessu og þessum ósi ásamt fleiri ósum á Íslandi þar sem að svipa háttar til og leggja upp einhver plön. Síðast þegar þetta var endurskoðað þá komist við að þeirri niðurstöðu eftir því sem ég skil best en ég vil auðvitað safna enn frekari gögnum málið að sem sé síðast þegar mann skoðuðu þetta þá komist við að því að það væri það dýrt að gera varanlegar aðgerðir að það væri eiginlega betra að reyna að bregðast við hvert skipti sem þetta gerist. Því að þá erum við að tala bara margfaldar upphæðir. En það er nauðsynlegt að endurskoða þetta og skoða hvað er hægt að gera. Það var til sjóður sem var hægt að leita í, ekki var hann út yfir, heyrðist mér, en núna er ekkert í honum. Það þyrfti náttúrulega að vera svona einhvers konar ofanflóðasjóður eða eitthvað slíkt, svona svipað. Það er svona hliðstætt, þó það sé ekki eins, sem að hægt vera að sækja í þegar svona gerist, það sem enginn ræður við og hver á að gera þetta, það lendur auðvitað bara á sveitarfélaginu eða sveitarfélögunum að reyna að gera eitthvað. Og þannig að það er sjálfsagt að taka saman allt þetta sem hægt og leita allra leiða til að vera betur undirbúin eða vel undirbúin undir þetta. Reyndar leystist þetta farsarlega í bili en þetta kemur aftur. Það er bara hann. Kostnaður er ekki að taka saman reikningin. Þetta er bara tíma að vinna á gröfu. Þannig ég get haft það mjög nákvæmlega þegar reikningurinn hefur endanlega borist. Takk. Yngvi? Já, þetta var eiginlega, þetta var svolítið neyðarlegt sko að eiginlega tímavinnun og gröfunum gerði ekki neitt. Því að hann opnaði sig í gamla sjálfur því að það var farið í að grafa þessi kambrun er svo hár til þess að reyna að færa ána í landamerki. Þannig hún náði aldrei að rjúfa sig. Það hefði þurft að grafa einhver 100 metrum austar sko. Hún ná út í álinn þar sem hægt að ná meira flæði. En svo sem betur þeir opnaði hún sig sjálf með að streyma yfir í gamla farveginn sko. Þannig að þetta þarf alltaf að spá svolítið í hvernig þetta er gert. Ágúst? Já, Yngvi, nú ætla ég ekki að gera mig út á það að vera sérfróður þetta en þarna er þetta að leita til allra sem að best þekkja og það var gert núna eins og bara ævinlega en þarna gerðist það eins og að náttúruöflin sýndu bara krafta sína. Hvað eru þið að reyna? Kom bara mesta brím sem að menn hafa séð í mjög langan tíma bara nokkrum klukkutíma seinna og lokaði því sem búið var að gera. En reynda var búið að tappa stoltið af ósnum en svona er þetta bara. Menn reyna að stoppa hraun, vera tilbúinir þegar jarðskjálfti kemur og allt þetta en það heppnast ekki alltaf allt. Takk. Nú þetta, hann náðist ekki að vinna svör við þessum fyrirspurnum. Þetta er nokkuð yfirgripsmiklar. Það er tillaga að sveitarstjóra verði falið að taka saman svör við þessum fyrirspurnum og leggja fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Er einhver mótmæli við því? Svo er ekki. Þá telst það samþykkt. Förum í lið 12, Silfubrekka, umsókn lögbýli. Eigendur Silfubrekku með landnúmer 226586 sækja lögbýli á landi sínu samkvæmt meðfylgjandi gögnum málsins. Lagt er til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við stofnun lögbýlis á landinu Silfubrekku, landnúmer 226586. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þessi geta samþykkt gefumerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liði 13 laugar fiskeldi rekstrarleyfi MAST, rekstrarleyfi vegna fiskeldis að laugum. Veiðifélag Eystri Rangar óskar eftir því að sveitarstjórn Rangarþings situr að gefa út formlega yfirlýsingu þess efnis að fallið sé frá kröfu mat að umhverfisáhrifum samanber heimildi reglugerð nr. 660/2015.
Það er lagt til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfis fyrir fiskeldalaugum og telur ekki þörf á málsmeðferð á grundvelli laga um mat á umhverfisáhrifum þar sem ekki eru gerðar breytingar á áður veittum heimildum til stöðvarinnar. Orðið er laust. Yngvi? Já, ég held að ef að eftirlitsaðir að gera engar athugasemdir við þessa málsmeðferð þá eigum við ekki að gera það. Þetta er hið besta mál. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt til hann gefið merki. Það er samþykkt. Já, kannski bara, ég ætla að fá að sitja hjá við afgreiðslu því að ég er náttúrulega tengd við fyrir Eystri-Rangar þannig að ég ætla bara að fá að sitja hjá. Takk ekki þátt í afgreiðslu. Til hann er samþykkt með 6 atkvæðum, 1 situr hjá. Það liður 14 til umsagnar frá Alþingi málasafn 2021. Það er frumvarp til laga breyting á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7 frá 1998, menntun og eftirlit, mál 562. Frumvarp til laga breyting á lögum kosningar til sveitarstjórna, nr. 5 1998, með síðari breytingum, kosningaaldur, mál 272. Frumvarp til laga stjórnartíðindi og lögbirtingablaðið og aukatekjur ríkissjóðs, gjaldfrjáls rafræn útgáfa, mál 273. Og frumvarp til laga greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, samþætting þjónustu, hlutverk og fleira, mál 561. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður 15, það er fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga frá fundi 895 lögð fram til kynningar. Liður 16, fundur félagsmálanefndar nr. 85, það er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 17, samstarfsnefnd könnun og sameiningu sveitarfélaga í Rangárvöll og Vestur-Skaftafellssýslu. Þar er fundargerðir frá fundum 4 og 5 lagðar fram til kynningar. Liður 18, samtök orkusveitarfélaga, stjórnarfundur nr. 44. Þar er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 19, SAS, stjórnarfundur 567. Þar er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 20, viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19, stöðuskýrsla uppbyggingateymis er lögð hér fram til kynningar. Liður 21, áhrif nýrra jafnréttislaga frá Jafnréttisstofu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, lagt hér fram til kynningar. Þá er ekki fleira dagskrá fundar og loknum yfirlestra fundargerð og undirritun segi þessum fundi slitið. Takk fyrir góðan fund.